Það út að segja að boltinn hafi rúllað hjá knattspyrnufélaginu Þrótti í Vogum á Vatnsleysuströnd í sumar. Já, þeim gekk vel, köppunum í Vogum og við hittum þá á dögunum. Knattspyrnufélagið Þróttur í Vogum vann sig upp úr 4. deild í Íslandsmótinu í knattspyrnu og leikur í þeirri 3. á næsta sumri. Þróttarar endu í öðru sæti í deildinni eftir jafna keppni. Heimamenn hafa leynt og ljóst, hort upp knattspyrnuveginn og þeir stefna enn lengra. Á dögunum veitti bæjarfélagið þeirra, Vogar á Vatnsleysuströnd, félaginu styrk fyrir góðan árangur í sumar. Það hefur oft verið talað um að þetta sé svefnbær, en þegar kemur á knattspyrnu ekki hægt að taka undir það. Þetta hlýtur að vera stór stund fyrir ykkur Þróttara að ná þessum árangri. Já, þetta glæsilegt. Við erum búin að stefna þessu lengi og það var frábært að takast loksins. Hvað telur að hafi verið svona, hvað telur að hafi skipt sköpum hjá okkur að þið kláruðu dæmi? Það var auðvitað bara að vera með frábært lið, bara með mjög öfluga leikmenn, bæði í byrjunarliðinu og bekknum og góðan hóp og svo held ég reynslan frá í fyrra að fara í úrslitakeppnina og vera svona nálægt því að það bæði kenndi okkur hvernig ætti að takast á þetta og líka það hungrið var mikið að ná þessu núna. Þið voru aðeins nálægt í fyrra og þið voru aðeins súrir í fyrra að hafa ekki náði þá? Já, þetta var eiginlega grátlegt sko, að við bæði klúðrum hérna úrslitaleiknum þá og spilum svo 3. sætið sem á að vera bara svona jumbo leikur en töpum honum líka en svo kemur í ljós að það skipti öllum máli líka þannig að þetta var eiginlega alveg ömurlegt sko en það voru allir ákveðnir að láta það ekki gerast aftur þannig að þetta var flott núna. Það ekki leiðilegt að vera formaður knattspyrnudeildar og framkvæmdastjóri félagsins á svona tímamótum? Nei, þetta bara frábært að fá að taka þátt í þessu ævintýri og síðustu árin og sjá vöxtinn í félaginu, hvað félagið hefur stækkað og skemmtilegast að sjá bara hvað þetta hefur gefið bæjarbúum mikið, að sjá félagið sitt blómstra svona á öllum vígstöðum. Hvað þýðingu finnst þér þetta að hafa svona fyrir bæjarbraginn? Það að fólk skuli hittast í nafni félagsins og fjölmenn á leiki til að fá sér kaffisopa í hálfleik og svo framvegis og fylgjast með og hafa eitthvað að tala um á kaffistofum og maður finnur það allstaðar þar sem maður kemur, hvort sem það er í búðinni eða upp í íþróttamiðstöð og annars staðar þar sem er þjónusta, þá finnur maður allstaðar fyrir því að fólk hefur þörf fyrir að tala um gengi liðsins og fólk farið að hafa skoðanir á félaginu og maður sér það mest í því ljósi. Þetta nú ekki stórt bæjarfélag að búa hérna 1100 eitthvað manns, þannig að þetta hafið þið fundið fyrir góðan stuðningi, hefur verið góð mæting til dæmis á leikina? Já, við erum að fá í kringum 100 manns á leiki og þegar stóru leikirnir eru þá eru jafnvel talan yfir 200 og til margs það þegar við töpum fyrir Álftanes í fyrra þá var aðsóknarmet á vellinu 500 manns. Þetta hefur verið skemmtilegt í sumar að ná þessum áfanga? Já, það var það, mjög skemmtilegur áfangi og liðið búið að stefna þessu í smá tíma og búin að vera uppgangur hérna. Þannig að já, það var virkilega sætt að loka þessu. Eitthvað sérstakt sem að þér dettur í hug svona, hvað réði úrslitum að þið náðu að fara alla leið? Nei, held ekki þeir eitt fyrir eitthvað annað. Ég bara með, náttúrulega að mínu mati með besta liðið í 4. deildinni í sumar og bara með vel stiltan hóp og góða liðsett. Góðan kjarna, bara allir bærin, stjórnin. Það voru allir saman í þessu og lögðu allir sitt að mörkum og ég held að, já, ég segi það, við erum besta lið þó við höfum ekki klárað titilinn en við erum sáttir. Ásgeir, hvaða þýðingu hefur það fyrir bæjarfélag eins og Voga á Vatnsleysuströnd að vera með skemmtilegt og fjörugt knattspyrnulið í meistaraflokki? Já, við höfum tekið alveg eftir því hér sko að bæjarbragurinn nýtur góðs af þessu. Þetta er mjög hvetjandi, ekki síst fyrir yngstu kynslóðina og ekki síst fyrir knattspyrnuiðkendur að fá þarna fyrirmyndir og það er líka bara svo mikil stemming sem myndast til að mynda á heimaleikjunum, vel mætt á heimaleikjuna, allt hjálpar þetta til og þannig að þetta gerir heilmikið og jákvætt fyrir okkar bæ. Páll, þú hefur þá fundið fyrir þessum góða anda í bæjarfélaginu? Já, það hefur alltaf verið mjög gaman að koma hérna og spila í vorum. Þetta er auðvitað fyrir marga að koma hingað að halda að þetta hafi verið bara að spila í 4. deild og oftast eru sko kannski pabbi eða mamma að horfa á en hérna er virkilega mikil stemming og vel haldið utan allt. Þannig að maður finnur það að þeir sem eru að koma hérna og margir vanir að spila kannski í efri deildum að
þeir eru virkilega ánægðir að koma og finna bara stuðningin í kringu liðið og það eru allir mjög ánægð með það og skiptir sköpum fyrir okkur sem eru inn á sko. Við erum að veita talsverðum fjármunum í þessa starfsemi, enda náttúrulega fyrst og fremst undir formerkjum forvarnastarfsemi, unglingastarfs og æskulýsstarfs og allir vita að það hefur forvarnagildi. Þannig að við gerum samstarfssamninga við mörg félög sem að stunda hér starfsemi, bæði íþróttafélög og önnur og veitum við síðan styrkja á grundvelli þeirra og það er alveg sannarlega vel varið þeim peningum öllum. Það er Magnús, út aldursforsetinn í liðinu, 43 ára gamall. Hvernig er að vera með þessum pjökkum? Þetta er bara flottur hópur og maður er búinn að vera hérna í 3 ár og maður gefur ekki þessi strákum eftir þó að maður sé orðinn 43 eins og þú segir. Og þú er búinn að spila með nokkur liðum á Suðurnesjum og þú varst einhvern tíma með KR á sínu tíma og náður að vera þar þegar KR hampaði nokkur titlum og þar á meðal Íslandsmeistaratitli. Það er svolítið löng leið frá KR í Þrótt á Vatnsleysuströndinni. Já, maður náttúrulega býr hérna í Keflavíkinni en KR er náttúrulega bara stór klúbbur og frábær tími þess að ég var þar og maður sá bara stemminguna í vonum hérna þegar ég sá að spila hérna Víðir hérna í frægum eða góðum leik hérna í deildabikar og sá bara hvað metnaður var mikill og áhuginn þannig að maður ákveði að skella sér bara og þetta tók 3 ára að fara með liðið upp en það tókst. En hvernig gengur að manna svona gott lið í ekki stærra bæjarfélagi? Þið hljótið að vera að fá einhverja góða knattspyrnumenn hérna á nágrannasveitarfélögunum eða hvað? Já, við erum nokkri hérna ættaðir úr Grindavík og erum kannski með góðan kjarna í liðinu af mönnum sem koma hérna svona úr nágrannasveitarfélögum. Og það er auðvitað bara gaman að menn geti fundið sér hérna stað í Vogunum og spila fyrir Þrótt og það er bara virkilega gott. Martin, hvernig gengur að reka svona félag? Það gengur bara mjög vel. Við hefum góða við erum búin að vera í góðu samstarfi við sveitarfélagi. Einnig búið á nokkrum góðum fyrirtækjum sem hafa verið mjög dugleg við að stiga í baki á okkur og við værum ekki á þeim stað í dag ef við værum ekki með þessa góðu bakhjarla.